Ég mig unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands eystra. Hversu langt finnst þér maður eiginlega mega ganga á samfélagsmiðlum, til dæmis Instagram, í svona sjálfsauglýsingum á þess að vera orðin pirrandi en samt bara svona, ok, hann að gera eitthvað og að reyna að koma það framfæri? Já, góð pæling sko. Ég veit það eiginlega ekki. Svona, ég náttúrulega hef ekki verið mikið í því að reyna það. Nei. Og maður svona, ég veit ekki, kannski pælir maður ekkert í því hvað aðrir að barða svo sko. Ég reyni alltaf að pæla sem minnst í svona eitthvað hvað aðrir hafa að segja við þess og gera bara það sem mér sýnist í hverju sinni. En samt verður maður að hafa í huga svona hvað fólki finnst út af því að maður auðvitað að reyna að höfða til fólks. Þannig að ég pæli út í svona hvort maður eigi að setja pening bak við að keyra einhverja auglýsingar eða að reyna að fá styrktaraðila eða eitthvað svona dæmi. Og hvar lyklarnir liggja í hvernig skuli pósta á storyin eða í feedið eða eitthvað slíkt. Og það endalaust að leiðum til þess að gera þetta sko. Er þetta að byrja þetta? Er þetta rolling, boys? Já, þetta séum við. Yes. Ljáðu með lyklana í social mediainu. Sko, ég held bara út í svona Instagram aðgangi sjálfur þar sem ég ferðast mikið landið og finnst gaman að taka myndir og búið til myndbönd bara af ferðalögum manni. Það mér finnst eiginlega ekkert skemmtilega en svona roadtrip sko. Þannig að, ég veit ekki, ég byrjaði bara að sitja inn á Instagram og byrjaði að tagga svona síður sem kannski sitja skilur sjálfinn og nota hashtag og ganni og það bara svo margir útlendingar sem elska Ísland. Það ekki eitthvað mikla hæfileika í þetta sko. Þá ertu samt að tala bara þetta travel business að vera svona photographer dæmi. En þú veist ok, við lítum á mig. Ég er bara að reyna að byggja eitthvað svona persónulegt brand á Instagram. Þá er ég ekki endilega að fara, ég gæti kannski samt alveg taggað bara eitthvað fyrirtæki ef ég væri í þannig fötum. Sko fyrir mig, eins og ég segi, þá var það mjög svona, það var alltaf ekkert erfitt að þetta var bara íslensk náttúra. En þú veist, persónuleg branding held ég miklu erfiðara sko. Þú þarft að vera allavega einhver svona karakter sem fólk vill fylgjast með. Búa til svona audience eða þannig sko, búa til fylgjendahóp sjálfur. Já. Vera duglegir að posta í story. Það er alveg sko, það er lykilatriði. Story að fara að taka yfir sko, nánast. Já, ég set alltaf í story alveg helling en svo posta ég miklu sjaldnar postum. Og mér finnst það pínu vera svona, ef einhver kemur á síðuna mína þá sér hann ekkert að ég er alltaf að posta story. Þá myndi ég vilja vera með bara svona lista af gæða myndum. Það þarf að finna smá balance en eins og ég segi, ég sjálfur, ég er mjög mikið, eða svona ég er alveg slættið mikið Instagram á dag en það er mestalagi bara til að horfa á story sko. Já. Ég er ekkert alltaf, ég fyrir sjálf ekki með feedback sko, ég veit ekki á hverju. Ég byrjaði svona myndbandsgerðar og bara svona ljósmyndabusiness með vini mínum 2017 minnum mig. Lok 2017 þegar ég var að byrja Emma og þá voru við bara, þá tókum við myndir fyrir bryggjuna og strikið og gerum myndir fyrir bautan og bara svona byrjuðum að hafa samband við eitthvað svona Akureyri sko og bara svona gerum myndband fyrir Dominos og eitthvað og það var mjög gaman. Síðan sko í sumar, núna 2018 sem sumar, þá var hann bara í smíðavinnu hjá, hann er semst í Vaffuma í Raf eitthvað, þú veist hann var að vinna svona samningi sko. Já. Og ég var ekki búinn að ræta með neitt vinnu þannig ég tók bara svona fuck it ákvörðun sko og fór bara all in sko. Það var mjög gaman sko, þá fór ég suður og tók upp fyrir Gung Ho, fyrir Color Run, fyrir hvalaskoðunarfyrirtæki. Já. Og ég man ekki hvað, bara fullt af einhverju þannig og meðan líka fór ég fullt af ferðalögum og ganni og það var bara svona fyrst skiptið sem ég hef verið bara minn einn herra sko. Það var bara mjög gaman og ég stefnaði að gera aftur í sumar sko. Það er alveg, ég vildi að ég hef verið slíkur, ég var að sinna garðyrkju á meðan sko. Já, á fyrsta mánuðinu var ég bara að senda
Ég veit ekki hversu marga tölvupósta á dag sko, bara til þessari fyrirtæki og síðan, svöruðu þau nokkuð. Það er eins og þú segir, þinn eigin herra svona, það virkar pínu eins og væpið sem að þú vilt gefa frá þér. Algjörlega sko, ég funkar ekki mikið í tímavinnu sko. Ég var í viku á pabba núna í jólafríinu sko, að vinna bara honum í smíðavinnu. Það var svolítið alveg gaman og gefandi og alveg svona bara fínt að vinna sko. Þá fattar maður líka hversu gaman það var að vinna sem vill sjálfur gera sko. Já. Ekki bara smíðavinnu eða eitthvað neð, þú veist. Vinnan þarf ekkert endilega að vera bara, eins og ég segi, peningar eitthvað, það er bara svona fulfill, svona löngun skilur í lífinu. Já. Og á meðan þú ert að fá allan einhvern pening til að halda þér uppi, þá er allan gott sko, meðan þú ert 17-18 ára sko. Hvert ertu að stefna? Það byrjaði þegar að klára framhaldsskóla. Ég veit ekki hvort ég haldi áfram með hvert ég fer þá sko. Þetta er ekkert eitthvað svona draumurinn, en þetta er samt alveg draumur sko. Þú veist, það er alveg gaman að gera myndbönd og fyrir aðra, en draumurinn algjörlega væri bara að gera kannski myndbönd skilur fyrir sko einhver bílafyrirtæki eitthvað henni og vera gaurinn svona myndarinn á þar. Já. Ekki búa til auglýsingar af bílnum, heldur vera meira að búa til svona lifandi efni, bara keyra bílinn í Frakklandi eða eitthvað og gera bara geggjuð drónskot og það er alveg, það er sick sko. Já, ég var bara svona vill tjóri í borða þetta þegar ég er búinn að rífa þetta. Allt í góðu. Og núna erum við eitthvað að þykjast vera búnir og þeir sitja bara með kamerunnar ennþá að ná. Já, ok, hendur það. Frábært. Taka eina mandarinn og hönd. Ertu blautur? Ég er blautur. Takk fyrir. Já, hvað veist þér um Snapchat? Ég er ekki mjög mikill aðdáandi og hef alveg margoft hætt á því í marga mánuði sko. En ég fer samt alltaf bara á það upp á, Eitthvað upp á gamanið bara? Já, ég posta aldrei neinu í story eða neitt, en ég bara að chatta við einhverja. Það er smá degi út nefnilega finnst mér. Já, og það er bara 100% sko. Já, af því að þú veist, fólk, sko, story voru bara, maður horfði endalaust á þetta sko. Og mér fannst það bara fyrir svona ári síðan sem að fólk var alltaf bara, það voru bara Snapchattarar út allt. Ég hef ekki hort á einn einasta snappara svona en einu viti held ég. Ekki einu svona binna? Ég er með glý. Ég ákvað bara að gera Snapchat aðgang 2015 og þá var ég bara svona ætla að sýna vinum mína hvað ég fekk í jólagjöf og svona. Og svo allt í einu ödduðu mig svo margir, en það var ekkert skiluru, það var ekkert orðin eitt stór skiluru. En hvernig, þú veist, af hverju ödduðu allir þér? Bara út að... Ég sagði bara öllum vinum mínum og sögðu þau greinilega. Já, það bara... Já, en svo skiluru byrjaði þetta ekki fyrir en svona almennilega fyrir en í apríl 2016. Þá ákvað ég að vera með vinkonum minni og vorum eitthvað að leika okkur með make-up og eitthvað svona og við gerðum eitthvað svona look. Já. Og svo allt í næsta dag þá var ég bara að koma með meira en 1000 ödd og ég bara oh my god. Svo bara eftir mánuð þá var ég bara að koma upp í 5000. 5000? Og var það ekki bara svakalegt? Jú, ég sé ekki hvað þetta að gera. Nei. Þetta er rosa stressandi. Oh my god. Ég er búin að vera að grenja á hlátri. Ég var sem sagt að fá pakka frá Ali sem ég keypti og það er hulstur og ég er búin að vera að grenja á hlátri. Nei, svona ándjóks. Á þessu tímabili þá voru ekki eitt margir svona stelpu make-up snapparar en það var aldrei svona strákur og ég var svona fyrsti svona sem þorði og fór að gera eitthvað svona. Já. Og ég held að það sé bara svona það sem gerist. Já. Hvernig finnst þér að búa á Akureyri? Bara mjög þægilegt. Já. Og já, róandi. Róandi. Að þetta er svona lítill bær. Já. Eða svona minni. Mér finnst betra að búa á svona litlu stöðum. Já. En geturðu ímyndað þér að búa í Reykjavík? Sko já, einhvern tímann en ekki núna. Þú veist, finnst þér að skipta máli hvar þú ert á landinu? Heldur þú yrðir frægur og þú hefur búið á bara, þú veist, í Varmahlíð? Nei, af því að samfélagsmiðlar eru svo stórir að allt bara fréttist og... Finnst þér þetta að hafa opnað einhverja dyr fyrir þig? Þú veist, finnst þér, þú geta gert meira núna heldur en þú hefði geta gert? Að þú hefur ekki orðið svona frægur? Sko, veit það ekki. Nei. Ég er svona, skilur þetta er búið að gefa mér svona, eins og ég fekk tækifæri til að fara til útlanda í 2 vikur og ég var í enskuskóla og það var ótrúlega gaman og
Já. Svo auðvitað fekk ég meiri og meiri áhuga á ferðinni eftir að ég opnaði Snapchat. Já. Og þess vegna langar mér að fara í make-up skóla og eitthvað svona. Er fólk bara að koma til þín og banka dyrnar og segja hei, viltu auglýsa, þú veist, banananum sem ég er að selja? Ég hjá umboðsskrifstofu, þannig að... Hvaða umboðsskrifstofu? Eylinda. Já, ok. Þannig að þau koma stundum með svona verkefni og annarkoð segi ég já eða nei ef ég hef áhuga. Og hvernig komstu í sambandi við þau? Ég kynntist Tanja Ýr og María eru umboðsmennir mínir og ég kynntist Tanja Ýr þegar ég var módel fyrir Augnhárinn hennar. Og svo opnaði hún, eða gerði þær tvær umboðsskrifstofu og spurði hvort ég vildi vera í henni og þær eru búin að hjálpa mér ótrúlega mikið. Ok. Þú veist, hvað er það sem stoppar þig að halda áfram á samfélagsmiðlum núna? Heldur þú að þú muni koma aftur upp þegar þú hættir í skóla eða eitthvað svoleiðis? Já, ég held að það sé bara eins og núna, þetta tímabil, ég vil bara klára skólan og eitthvað svona. Bara einbeita þér að skólanum og svona? Og líka einbeita mér, skilur, á hreyfingu og svona. Og þá, já, ég er bara snappa mjög lítið út af því. Já. En mér finnst það samt mjög leiðilegt að ég sé að snappa lítið af því mér finnst þetta ótrúlega skemmtilegt. Og maður verður alveg svona hræddur hvort að fylgjendur manns séu að freyða mann eða hætta að fylgjast með. En ég kem stundum svona inn og þá bara allt alveg eins og var. Já, ok. Og það er ennþá fólk sendir þér alveg fullt af skilaboðum og eitthvað svona. Þú veist, þegar þú ert að pósta á svona, ertu þá bara undir þvílíkri pressu að pósta einhverju svaka flottu og eitthvað svona? Já, en samt ekki, en samt skilurðu að því að þegar maður er með svona marga fylgjendur þá byrjar maður að hugsa líka svona hvað mun þeim finnast og eitthvað svona. Hvað vilja þau sjá? Já. Og maður getur ekkert verið... Það er ekki hægt að þóknast öllum? Já. Já, einmitt. Ég pæli svona, jú, ég hef alveg pælt oft svona á ég að posta þessu eða ekki og eitthvað svona. Af því maður veit aldrei hvað fólk er að segja bak við símann. Já. Ég mig er unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands Eista. Hérna, Stefán. Ég var að pæla í feminisma. Mér finnst fólk misskilja það svo mikið. Er það bara ég eða? Ég held að það sé ekki bara þú, sko. Ég held að raunin sé svo að ótrúlega margir skilji þetta sem kvenrembu pælinguna, að þetta séu konur eitthvað að segja að konur eiga að vera betri en kallar. Held ég að margir skilji þetta sem þetta er náttúrulega ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega bara jafnrétti. Já, og svo eru líka alltaf hliðarnar á þessu sem við erum með að konur fá lægri laun en kallar og allt það sem við viljum gera alveg jafnt, en svo er líka hinn pælingin fyrir kalla kallar, það er ekkert allt samfélagslega samþykkt að kallar geti gert það sem gellur gera, sko. Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í Eldað með Stefáni Elí. Hér í dag höfum við góðan gest, Stefaníu Sigurdís, og hún ætlar að elda með okkur þessar yndislegu kókoskúlur. Stefanía, segðu mér aðeins frá þér. Ég heiti Stefanía og ég er að vera 20 á þessu ári. Ég er í Emma og ég bý í sveitinni. Ég er í stjórn LMA og FEMMA til dæmis. Og því styrir ræktinni og eitthvað svona, ég er bara dálítið venjuleg. Ok, getur við ekki bara byrjað að spjalla eitthvað núna og það verður bara klippt hvort þið er? Ok, sko, ég mældi þetta eins og ég sagði ekki neitt, þannig að við verðum bara svona býsna girska. Þetta er sirkamæl og þetta er, held ég, nógu mikið af smjöri. Ok. Þannig að prófum þetta bara. Yndislegt. Pröfum bara við. Ef við setja bara allt ofan í... Já, ég bombaði þessu bröndi. Ok. En ok, Stefanía, ég var að lesa við þig áðan greinina þannig sem þú skrifaðir sem að var býsna víða. Já. Geturðu fjallað aðeins þá grein? Já, sem sagt út af því að ég er akkurat í stjórn feministafélagsins í skólanum og er samfélagsmiðlastýra þar, þannig ég þarf að vera svona, og vil vera að fylgjast svo mikið með fjölmiðlum og það hefur verið að koma... Sækir 2 dropa þar. Koma fram, alveg nokkra fréttir á DFF þar sem er talað karla á niðrandi hátt. Bæði bara það að karlmenn séu að verða of mjúkir og líka það að feministar séu að eyðileggja
fyrir körlum, þannig að karlar mega ekki gráta. Og það gerir mig svo reiða út af því að þetta eru konur sem að kannski kalla sig feminista, en það bara svona, mér finnst þær ekki mega gera það. Það hafa allir rétt á sinni skoðun og það eru margir, af hverju ekki, það eru margir feministar í heiminum og þeir geta ekkert verið sammála alla hluti. Og geta ekkert verið sammála það kannski hvað er mikilvægast að tala því sumum finnst kannski launamismunur mikilvægastur og sumum finnst eitthvað annað. En mér finnst samt að ef þú ætlar að kalla þig feminista þá þarftu að vilja jafnrétti fyrir bæði kynin. Þú vilt ekki verða æðri hinu, Það var það sem þú varst að vitna í greininni út af því voru að segja bara mér langar að kallið myndi degra við mig og ég geti bara Já, henni langar bara í sugar daddy, skilurðu. Þeim er allir lagi ef hún fílar það. En það þýðir ekki allir karlmenn á landinu þurfa að þjóna meira en konan út af því að hún vill að kallinn splæsi dinner, skilurðu. Hvað var það sem fékk þig til að byrja bara almennt að vera svona opinn með það að vilja koma á framfæri sem ég er Stefanía og ég vil berjast fyrir feminisma og vera ekki bara eitthvað svona en á ég að senda þessa greinin eða þú skilur mig, hvernig byrjaði það, hvernig vildur þú vera svona opinn með þetta? Nákvæmlega, ég hef alltaf verið svo týpa sem að ég segi bara það sem ég finnst og þetta gerði mig bara svona svo reiða og leiða á sama tíma út af því að út af ég er í feministafélaginu, ég er í skólanum og ég er bara opinber feministi og þetta var að setja svo slæma mynd á þá bara mig. Ef allir feministar banna strákum að gráta þá er ég líka að gera það. Og það á ekki að vera að stimpla alla sem kalla sig feminista ef einhver einn segir eitthvað. Og ég vildi bara mín skoðun kæmist á bara svona út. Að fólk gæti séð skoðun einhver sem er líka feministi á góðan hátt og séð hvað er gott við feministan. Og ekki bara alltaf það neikvæða og það er mjög oft bara að tala það neikvæða, skilur. Já, eins og þú sagði líka í greininni þetta með kvenremba og öfgafeministi pælingin að maður getur verið öfgafeministi er í rauninni ekki neitt. Akkurat. Ég í rauninni var líka út af því að ég er samfélagsmiðlastýra. Ég var að skrifa bara tweet sem við myndum birta á Twitterinn okkar og þau voru orðin svo löng og ég var orðin svo pirruð og reið og ég var eftir ég var að fara að sofa og ég bara gat ekki hægt að hugsa við þetta þannig ég bara tók upp tölvuna mína og ég bara skrifaði og ég skrifaði alveg í svona 2 tíma, bara tekst svona 3 nóttina þangað til ég var komin með bara, 2000 orð. Síðan setti ég hana bara inn og sagði bara hæ, þetta er Stefanía, skrifa þessa grein, mér finnst þetta kom fram og já, og hann bara, já, þetta er yndislegt, hvað viltu hún heiti? Birtum hann á morgun og ég bara, Ég kom með allt undir neglurnar mínar til dæmis. Já, ég held að það sé komið nóg af þessum hnóðum, við getum bara að búa til kúlur úr þessu og rúlla í kókosinn. Og ég er með kókos í glasinu mínu. Hérna, Steli. Já. Hvernig þorðirðu að lita þér hárið svona bleikt? Fyrir mér var þetta ekkert svona mikið mál að þóra að lita. Ég bara fekk einhvern veginn flugu í hausinn. Það verður geggjað töff að vera með litað hár. Og þótt að það er bleikt núna, ég litaði það blátt fyrst. Þannig ég hugsaði ekkert út í mikið eitthvað að þóra neitt þannig heldur bara hélt ég að það myndi vera flott og plús hinn hliðin á því er að ég er alltaf að reyna að koma mér á framfæri sem tónlistarmaður. Þannig ég hugsaði að það væri sterkt að geta tengt við gaurinn með bláa hárið eða bleika hárið eða hvað sem það er. Já, sem er alveg tengt við því náttúrulega. Já, algjörlega sko. Þannig að það var svona mestu pælingarnar í því sko. Og þótt að ég fæ samt alveg komment á hárið hér og þar. Er fólk alveg að spyrja þig hvort þú sért hinsegin eða? Það er ekkert endilega eitthvað bara, hei gaur, ég sá hárið þitt, ert þú homi? En samt, það kemur alveg upp einhvern veginn í umræðu, finnst mér sko. Já, er það? Já, ég man ekki alveg svona einhver tilfelli sem það hefur skeð. En það, já, mér líður alltaf þannig. Veitu hvað fólk tengir einhvern veginn við það bara? Finnst þetta alltaf orðið hinsegin eitthvað svo áhugavert. Út af því að það er eins og, hérna er línan sem að allir eru og svo eru þetta hinir, eða sem eru hinsegin en allir aðrir. Ég er nefnilega upplifað það líka. Já. Mér fannst líka eins og út af í sumar þá svona, kom ég út úr skápnum eins og fólk vill kalla það sem að mér finnst mjög pirrandi orð en allt í lagi. Og þá einhvern veginn svona, þá fannst mér leið gett mikið eins og ég væri bara svona stimpluð sem þessi gæla sem er hinsegin. Já. Þessi gæla sem að, þú veist,
Ég svona velti fyrir mér hvort að, þú veist, að því að það alveg margir sem hafa orðið frægir eftir þeir koma út úr skápnum, skilurðu, og bara svona hvort að það sé, þú veist, bara út af því eða hvað, þú veist. Já, ég skil hvað þú ert að vitna í, held ég. Já. Er ég alveg í bullinu eða? Nei. Ég veit ekki hvað ég á að gera, sko. Ok. Eftir framhaldsskóla nema mig langar að fara í make-up-skóla. Já. Líka ég fekk bara áhuga á make-up en 2015, í lok 2015. Þá var ég að kaupa svona mína fyrstu svona snyrtivörur og eitthvað svona og ég kom líka út úr skápnum 2015. Já. Þannig svona eftir það fannst mér ég geta, skilurðu, gert meira. Heldur þetta væri eins ef þú hefðir ekki komið út úr skápnum? Nei, af því að þegar ég var ekki komið út úr skápnum þá fannst mér eins og ég væri með grímu. Af því að þá var ég ekkert svona ég sjálfur. En af því ég kom út úr skápnum áður en ég byrjaði að snappa þá var þetta miklu betra og líka þá gat ég sýnt aðra stráka og bara alla að það er alltaf að vera maður sjálfur. Og ég fengi mörg skilaboð og ég verið mikil fyrirmynd og nokkuð komið út úr skápnum að því að fylgdist með mér og eitthvað svona. Þannig er ótrúlega gaman að ég hafa hjálpað einhverjum. En þú varst ekki búinn að segja pappa þínum það? Nei, ekki strax. Hvað varstu komið marga fylgjendur þegar þú segir Ég man það ekki. Kannski svona, ég myndi segja kannski svona 8. Ok. Af því þá, þetta var sama ár og ég byrjaði svona almenn, já. Já, ok. 8 fylgjendur. Já, ok. Ég var alveg stressaður af því að þau komu út úr skápnum af því að, fyrir pappa, ég var alveg stressaður af því að það var svo auðvelt fyrir að segja Filipsku fjölskyldunum mína af því að það eru svo margir hámar í Filipsku og eitthvað svona. Já. En ég var svo stressaður hvernig íslenskir, þetta er pappa minn íslenskur, hvernig eins og hann og fjölskylda, hann. Vildi taka í það? Já, en þegar ég kom út úr skápnum fyrir pappa þá þurfti hann alveg svona að taka sér smá tíma, sem ég skil alveg, skilurðu, en í dag er hann bara mjög stoltur af mér. Já, það ég höfði gott. Já. Og eigið þið í góðu sambandi? Já. Allir að koma út úr skápnum, krakkar. Steli, mér er svo lítið pláss hérna til að dansa. Já, svo sannarlega. Mér er svo gaman að dansa. Reyndar, eitt fun fact til að koma með til þín. Græni hatturinn var fyrst bara dansstaður. En svo var tekin ákvörðun að gera þetta bara tónleikastað. What? Í alvörunni? Hvað það er áhugavert. Æ, maður henda þessu. Æ, já, en já, þú veist, ég var bara að spá, skilurðu, þú veist, fólk dansa alltaf lítið. Það sem mér finnst allavega persónulega ótrúlega gaman að dansa þótt að ég hafi aldrei lært það eða neitt. Já. Og mér finnst það vera svo mikið bara að þora því sjálfur að vera ekki að pæla of mikið í hvað er ég að gera, er þetta réttu sporin, heldur bara að, eins og þeir segja, sleppa sér lausum eða eitthvað átt við það. Já, bara njóta þess að vera að dansa. Já, algjörlega. Því að þegar maður kemst í gírinn þá er þetta mega fjör, sko. Þótt svo maður kunni ekki neitt. Já, einmitt. Nákvæmlega. Þú veist það því að mér finnst einhvern veginn svona, þú veist, það er svo mismunandi, skilurðu, tegundir að dansi og svo líka bara, þú veist, það er alveg fólk sem dansar endalaust, þú veist, fer bara á djammið og dansar eða fer bara að dansa í stofunni heima hjá sér. Og vá, hvað ég lili í þessu. Svona, er þetta að gera eitthvað? Já, þetta er alltaf komið. Þannig, já. Já, smakka þær eða? Ok. Mér finnst það ekki vont þar. Mér finnst mjög svona mikið smjörbragð. Já. En það eru ágættar samt. Putta. Nei, þú veist, það er svona. Ég er með pínu, já. Ok. Ok. Þú kannt grunnsporin, eða hvað? Eiginlega lengur búin að gleyma það. Ok, þannig að þú ferð með hægri fram og ég ferð með vinstri aftur. Já. Nei, þú ferð með vinstri fram og ég ferð með hægri aftur. Og þessi er bara svona og síðan tekum við í miðjuna. Og þetta er alltaf 1, 2, 3 er það ekki? Já. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, já. Ok. Þú ferð bara fram, snið, kemur og ferð þá aftur. Og það er þá bara 1, 2, 3. Já, og muna að skella fæturinn aftur og bara til þess að halda takti. Og það þarf að gera rosa mikið með þetta eins og þú veist, síðan getur
lært alls konar til þess að gera, þetta er ekki dansspor. Nei. Er þetta ekki bara komið gott, eða? Já. Takk kærlega fyrir í dag. Þetta hefur verið matreiðsluþáttur Stefáns Elís. Við fengum Stefaníu Sigurdís og hún hjálpaði okkur að baka þessar yndislegu kókoskúlur með smjörbragðskeim. Ef ykkur vantar uppskriftina þá munum koma inn á N4 síðuna. Ég er þó ei svo viss að þið viljið öðlast hana. Það sem að mér finnst, þegar maður lítur á þessa einstaklinga sem eru svona hnitmiðaðir í að bara gera það sem að þá langar til þess að gera. Já. Þá einhvern veginn uppfyllist ég allur af orku að bara þau eru að sinna sínu, þá er ég ekki bara að fara að sinna mínu. Já. Og fæ einhvern veginn svona drifkraft til þess að stökkva af stað og nýta tíma minn í það sem ég langar að gera. Já, nákvæmlega, af því að það er líka hægt að gera hvað sem er, skilurðu, hvenær sem er. Þú veist, þessi krakkar búa á Akureyri, skilurðu, og er að gera svakalega hluti, bara eins og samfélagsmiðlum, skilurðu. Og þú veist, ef þau geta þetta og þú veist, einhvern veginn, þetta er krakkar á Íslandi á Akureyri, geta þá ekki bara allir gert hvað sem er, þú veist, bara það sem þið langar, skilurðu. Já, mitt. Þú veist, mér finnst það svolítið svona skemmtilegu punktur í þessu öllu sem að maður svona áttaði sig á bara í öllu þessu ferli. Ég er alveg saman á sko. Eigum við gett þér að trjá klosteri? Jú. Þú gerir það eða? Ekki bara að sleppa því? Ég er bara að beila það. Já. Ok. Þullum okkur. En já, má ég laga það með kurskjör? Ok, ég veit hvað ég ætla að segja fyrst. Það sem maður vill gera? Já, nákvæmlega. Ok. Ég ætlaði bara að segja þetta gott. Ég er fólk bara, þú veist, jafnvel, já, bara, ég veit ekki hvað ég er að segja. Maður gerir eitthvað, ef við getur að gera eitthvað. Ok. Áttu við svolítið ekki eftir að trjá klosteri? Jú. Nennum við því, eða? Fuck. Fórstu að hlæja? Já, þetta er svo... Ok. Ég mig er unnið í samstarfi við Sóknaráætlun Norðurlands Eystra.